Komið öll sæl og blessuð og gleðilegt ár. Sýnir Egils, þetta er fyrsti þáttun á þessu ári og við byrjum hér svona vettvangi dagsins og til að vera með okkur í því Kristín Hrafnsson blaðamaður, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, upplýsingafulltrúi og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Ekki eðlilegt já, og Gunnar Smári situr hérna líka maður. Já, blessaður. Já, en hérna ekki að byrja á ríkisstjórninni. Það ekki svo næst, það nýja ríkisstjórn í landinu, þannig að Kristín, hvernig líst þér á? Já, ég held að það hann bara verið svona endurspeglun á því sem fólki vildi, samkvæmt því sem kom upp á kjörkossunum. Gekk alveg furðu vel að hnoða þessu saman. Átaka lítið, sérstaklega fyrir blaðamenn sem greinilega nefndu ekki að hringja í þingmenn. Það var stundlega ámælisvert að það var að mynda hér ríkisstjórn og lemja saman stjórnarsáttmála og það fréttist ekki neitt. Já, samanlæður. Og síðan komið blaðamenn fram og svo það ekkert að frétta af stjórnarmyndunar viðræðum og stjórnarsáttmálunum. Og við reyndar í vitum að það hellingur að frétta. Ja, sjálfsögðu. Og þetta var svona eins og blaðamaður myndi koma fram og segja ég algjörlega ekki starfi mínu vaksin, ég hef ekki sinnt mínu starfi. Við vitum það báðir að þegar að 30-40 þingmenn voru konum með upplýsingar ásamt með starfsliðinu og það kom ekki út múk. Ekki eitt orð, ég alveg sammála. Þetta mikil áfællistón fyrir blaðamennsku í landinu. En ok, þetta er komið á koppinn. Stjórnarsáttmálinn var rýr í roðinu og líklegast hafa nú flesti verið það í gegnum tíðina. Já. En mér sýnist að fólki sé svona sæmilega sátt við allt saman og líklegast færi þessi stjórn svona svigrum í halvt árið eða svo til að fyrir að krauma einhver ónægju upp úr. Já, eða ekki fóð 100 daga. Er það ekki? Þóra, þú fannst þér þetta ekki líka skrítið hvað bárust fáar fréttir og litlar af þessu? Jú. Mér finnst reyndar fjölmiðlar á Íslandi vera bara alveg í ruglinu, satt að segja. Nú, Lagt er tekið. Mér finnst þarna einhvern veginn alveg þarna svona sjálfstæð fréttaöflun og gagnrýnin fréttaöflun vera bara í lamasessi, satt að segja. Og mér finnst við ættum kannski að taka þá umræðu, en varðandi ríkisstjórnina þá var þetta auðvitað besta niðurstaðan sem að gat komið út úr því sem að koma upp á kjörkössunum að fá þó þetta. Og ég nú ekki sammála því að ríkisstjórnin enn sem komið hún nú nýsest í stólan að sitja á einhverjum friðarstóli næstu 100 dagana. Mér heyrist að það sé nú byrjað að níða af henni skóinn nú þegar og ég sé að Morgunblaðið til dæmis í miklum skotgrafar hernaði áður en að neitt í rauninni liggur fyrir hvað á að gera. Og Bjarni var nú í taugaáfalli í beinni í kryddsíldinni sem að var venju fremur hið ágætasta sjónvarpsefni vegna þess hvernig ég held að það tók skaupinu fram og öllu öðru. Það var svolítið bátt. Það var ekki erfitt af þessu. Nei, það er ekki. Herru, Ragnhildur Alda, þú ert úr Valhallagenginu. Já, ég er Valhallagenginu, já. En hvernig líst þér á það? Nú er þið í stjórnarandstöðu eftir það gerist mjög sjaldan. Já, augljósum ástæð. Þá líst mér ekkert alltaf vel á þetta. En það kannski kemur engum hér á óvart. En ég er hins vegar bara eins og mjög margir heldur forvitin að sjá hvernig þessi framvindur, þær hafa 3 ár verið að gera margt öðruvísi en hefur áður verið gerst og ég er svolítið forvitin af því að þegar maður er búin að starfa svona í þessu og taka þátt í þessu svona lengi eins og segi ég en þá samt sem áður þá er maður búin að fara að gera marga baráttur einhver meginn og það er svona áhugavert að það eru kannski ekki endilega að fylgja neinu svona formi sem ég hef séð áður á hlutunum í því hvernig það er mynda ríkisstjórn og til dæmis að vera ekkert með allt og langan stjórnarsáttmála heldur bara að vera með svona þetta helsta og ég fór þá veltaðslu fyrir mér með stjórnarsáttmála vegna þess að þeir ekki í raun og veru bara þetta er það sem við ætlum að gera svo hefur nú kannski verið vandamálið þá helst að fólk sé ekki að gera það sem stendur í stjórnarsáttmálanum það hefur komið fyrir komið fyrir eða ekki gera eitthvað annað en það sem að stóði í stjórnarsáttmálanum og þá velti maður fyrir sér hvað allir þessi mun koma til með að þýða því hann er lítill en annars er ég sammála mér þá þótti Skaupi ekkert svo gott en mér fannst kryddsíldin betri en aðalega og þótt ég hafi nú ekki alveg verið á þeim buxunum að Bjarni hafi verið að fá taugafall að það fannst mér svolítið gaman að sjá hvað Inga er bara segir bara það sem henni finnst, veitir hvað við af því að þegar
það einhvern veginn svona alltaf sparkað í mann með það að þegar sérstaklega með sko eldri konur og þær megi ekki vera leiðilegar, að þær fái á sig eitthvað svona stimpil og svo sér maður þarna bara konu og í raun og veru besta aldri, búin að ná að skara bara ansi mikið fram. Hún bara dröllið mann og annan í áramótin sko og henni alveg slétt og það svolítið, þóttum maður sé stundum bara, hvað segir hún næst? Það það líka skemmtilegt að horfa það er skemmtilegt áhorf, skulum við segja. Hún blátt áhorf. Já, hún bara var með náttúrulega smá dólk sko, en það var ekkert leiðilegt að horfa á það. Nei. Þannig að ég þannig mér finnst eins og þótt ég hefði viljað sjá aðra niðurstöðu sjálfsögðu, að þá finnst mér þetta samt ekkert endilega leiðilegt áhorf en sem komið er. Nei. Hvað er þetta hérna? Er Flokkur fólksins kannski veikilhekkurinn í stjórninni? Ég held að það sé ekki svoleiðis. Ég er ekki viss það. Ég með síðast að Inga hafi tiltölulega góða stjórn á sínu fólki og sér nokkur ægi, jafn herstjórn. Þannig að ég er ekkert viss að það sé endilega veikilhekkurinn. Nei. Ég er ekki með þá tilfinningu og það fer náttúrulega kannski eftir baklandinu, hvar sem það er og hvernig það er innstilt. Það er náttúrulega augljóst að það verður ekki hægt að upplifa nema uppfylla brota af gjafalistanum til jólasveinsins, það er nokkuð ljóst og lítið og kannski seint á kjörtímabilinu. Þannig að En í heildina litið sjálfur sér þá sko þetta eins og afstæðunar eru og ríkisfjármálum framvegis þá þetta kannski meira minna bara svona áferðaskipting á stjórnunarstöðum í heilt yfir. Þetta verður ekki neitt sérstaklega mikið dramatík og svona svipað eins og þegar að við vorum kölluð inn á sal á stöð 2 hérna árið svona reglulega til þess að sýna einhver nýtt skipuritt sem að yfirleitt þýddi þannig að maður var satt þarna og hamrað á lærið og hugsaði sjálfum sér, hvernig anskota getið farið aftur að vinna því þetta breytist ekki neitt. En ok, við skulum sjá til. Þannig að ég held að sé svona sýndarbreyting dálítið mikil, áferðarbreyting, já það er gaman að þessum galskap að svona no filter í tjáningunni og það verði svona meira því, kannski meira brosum og svona náttúrulega konur en ekki kallar, þannig að áferð og stíl en sko ríkisfjármál eru bara þeirra stöðu í dag og þetta er ekkert sveigrun til eins og tekjuöflunar tillögur þessari stjórnarsáttmála náttúrulega hvorki fuglinn fiskur og ekkert með eitthvað svona smottir í hér og hvar það er ekkert stórt hann inni En það fyrir náttúrulega eftir því, Kristinn, hvernig verður tekið á auðlindamálunum af því að auðlindamálin munu náttúrulega vera í rauninni þarna neistinn sem kveikir í púðutunni sko, vegna þess að maður sér að til dæmis að Morgunblaðið og Harlínan í Sjálfstæðisflokknum er komin í skotgrafirnar út af auðlindamálunum. Við sáum nú hvernig fór fyrir sko þarna VG, þar var nú frumvarp í undirbúningi sem var nú haft á orði hjá sjálfstæðismönnum að fengi aldrei framgang og það snerist svona tiltölu hóflega hækkun á auðlindagjöldum eftir mikið samráð. Þannig að þarna ég held að það verði sko allt vitlaust bæði þarna innan og utan stjórnar í þessu stjórnarsamstarfi af því að þau mál sem að ríkisstjórnin er með á stefnuskránni eru mjög eldfim og þarna bara það að það er tali að það er ætla að gera það er alveg nóg til þess að sko æra óstöðugan. Og þá eflast hinnar andstæðingarnir. Og það er alveg sko rosalega þarna öflug svona mulningsvél bæði hjá þarna samtökum í sjávarútvegi og mokkanum og við þekkjum þá og höfum séð þau vinna sko. Og það er ekkert engin smá forapittur þegar það fer á stað sko. Nei. Það er búið það. Rænildur, Alda. Það er búið að vera hörð stjórnarandstaða. Já, vonandi. Hún á alltaf að vera hörð. Það er bara mjög mikilvægt hlutverk stjórnarandstöðu að vera að rýna og standa vaktina og vera með eftirlit. Það er það sem við eigum að gera. En nú er þessi stjórnarandstaða nákvæmlega sem þú ert að vísi er aðalega með eftirlit með sérhagsmunum. Okkur vantar í rauninni hina stjórnarandstöðuna, hún datt út sem að væri þá með eftirlit með almannahagsmunum. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því að það er engin í rauninni stjórnarandstaða frá vinstri eða stjórnarandstaða eins og til dæmis Píratar ráku með svona varðandi spillingamál og annað að það verði bara Sorry, já, fyrir ekki, haldur
Ég alveg sammála Þóra þessu litið. Það er mjög vont að það datt þarna út þessi stjórnarandstöðu faktor sem var mjög harður og málefnalegur sem snýri að stefnumótun í vímuefnamálum og skaðamengun spillingu Pírata. Ég saknaði þeirra mjög af þingið. Þannig voru raddir sem að héldu á lofti nokkuð mikilvægum málefnum sem að einmitt tengdust ekki sérhagsmunum og það allir stjórnarandstaðan verði ekki fókus verið ansið miklu leyti á þá hagsmuni. Já, ég ætla kannski bara að byrja að segja að að sjálfsögðu erum við að berjast fyrir almannahagsmunum. Bara höfum það á hreinu. Allavega allir sem ég hef starfað með í Sjálfstæðisflokknum og ok, þannig að svo hitt sem að því varst að tala þótt að margir fínir meðal Pírata og svo framvegis að þá bara ætli ég að segja fyrir mitt persónulega leyti hafandi verið í minnihluta og takandi mörg mál sem að hafa að gera með bara allskins rugl í stjórnsýslu að þá hafa Píratar ekki verið þeir sem hafa farið hvað fremstar en að upplýsa þau eða berjast fyrir gegnsæi eða neitt. Nei, ég er að tala borgarstjórn vissulega. Þannig að og ég skil alveg vegna þess að þegar ég núna er ég bara búin að vera í pólitík sem starfandi borgarfulltrúi í 2 ár fram að því var ég náttúrulega bara í háskólanum og svo framvegis og ég man að þú veist að eitthvað segir ég er best fyrir gegnsæi og ég er best gegn spillingu og ég er best og þú bara, maður trúir því alveg að fólk allan að meini það en það er rosalega margir sem segja að gera þetta en þegar þeir fá tækifæri til þess gera það ekki og ég get allan að sagt fyrir mitt leyti að ég get sýnt það bara vel á blaði hvar ég hef barist gegn spillingu fyrir gegnsæi og gert allt þetta sjálfstæðiskonan ég. Þannig að ég myndi þess að segja að það sé alls ekki algilt að það að einhver einn flokkur sé fari í forsvari fyrir því að berjast fyrir þessum hlutum. Það er alls ekki, Þannig að þú hefur alltaf mín orðið fyrir vonbrigðum með til dæmis Pírata að þeir hafi ekki staðið sér nógu vel og ekki tekið nógu hart að spillingamál. Heldur betur. En getur verið að það sé kannski einhvers konar skoðanamunur milli þín og Pírata hvað sé spilling? Já, nei. Og hvað þurfum við að taka til hendinni? Já, veistu, merkilega í þessu er það að við erum að tala til dæmis bara eina skýrslu frá innri endurskoðun sem að ég hef barist fyrir núna 1,5 ár að það sé afleitt trúnað á bara ýmislega ámælisverða hætti í starfi og það er engin hjálp í Pírötum og við erum að tala bara fleiri og fleiri mál sem að hafa farið gennum innri endurskoðun. Ég er ekki bara að segja þetta vegna sem mér finnst það annars væri ég að segja helling á öðrum hlutu líka en þannig að nei, þetta er bara opinbert eftirlitsafl sem að er að benda á atriði og það er bara engin áhugi fyrir því meðal þessa flokka að koma því rétt þannig fari. Það er bara að leka þessari skýrslu greinilega. Ég fylgir reglum og lögum. Ég fylgir reglum og... Sendu þetta bara á smed.is. Ég bara leka einhver, Ég ætla bara að vonast þess að... Er ekki raunlega það sem verið að segja að meirihlutin á hverjum tíma, sama hverju skipa, vest alltaf minnihlutunum. Bara sjálfkrafa. Nei, veistu, ég held að sé bara oft þannig að það er auðvitað alltaf svolítið út frá því hvar þú stendur. Ég get alveg skilið það. Það er alveg erfitt að vera í meirihluta, það er erfitt að vera í ríkisstjórn. Þú ert kannski með hellinga góðu fólki að gera bara góða hluti, en svo stundum líka lendir fólk í því að vera óvart að verja eitthvað sem það vill ekkert vera að verja, skilju. Og ég hef alveg skilning fyrir því, en þess vegna er bara rosalega mikilvægt að þegar við erum komið með aðila, einhver óháða aðila eins og við nefndum skoðun eða whatever, skilur að hlutinir, að það sé bara regla hlutina, kerfið og reglum hvernig kerfið á að ganga og því sé bara fyllt, vegna þess að það er bara verður að vera yfir allan vafa hafið, sem sagt, það atriði en... Það er til að regla svona trúnaðarmál, eða stendur trúnaðarmál á plagginu, að þá átt að leka því svona innan viku. Ef það stendur algjört trúnaðarmál, þá átt að leka því strax. Já, ég hef bara einhver lekið enn, ég bara því miður. Ég ætla bara að gera hlutina rétt. Við þurfum að ræða saman til þáttingur svona nokkuð prinsip. Eða blaðamenn sem eru að fjallum undan þeir eiga átt að sjá þessu og byrja að hringja og fiska,
Já, nei, en svo að við vorum að tala fjölmiðla áðan og við vorum að tala eftirlit og allt þetta sko, og það sannlega þannig að minnihlutinn, það eitt af þeirra hlutverki, þú veist, bara stjórnarandstaðan og minnihlutinn sama hvar, að hafa eftirlit og líka vera með að gagnrýna það sem betur má fara og svona. En svo það annað sem þið nefndu líka, það að fjórða valdið, þú veist, það kannski þetta bara neysluhyggjan í fréttaflutningi almennt. Það að fólk þarf að koma út fréttum strax og mikið og fólk hefur minni eitthvað meginn kannski hvað segir maður nennir ekki að lesa fréttir mikið og allt þetta dæmi sko, en svo veit maður ekki því að fólk var að skrifa ýmiss konar blöð fyrir 100 árum og fólk nefnt að lesa það líka mismikið milli bústarfa og svona en við almenningur og við kjörni fulltrúa líka við þurfum að reiða okkur á þessar stoðir til þess að gera, eða hvað segir maður, bara að minnsta kosti gera sitt besta, sko. Og innan, sko, ramma þess að enginn fullkominn og allt það, sko. En já, þannig ég veit ekki, og ég held að þetta sé eins og að við vorum að tala líka þetta með hana, hvort að flokkur fólksins væri kannski veikleikinn í hinn og þessu, að það mjög áberandi alltaf rétt fyrir stjórnarmyndunar viðræður eða rétt fyrir meirihluta viðræður eða eitthvað þannig að þá fer af stað svona ákveðin áróðslína í bara bæði meðal fólks og í fjölmiðlum af því að, þú veist, engin fjölmiðl fullkomlega hlutlaus af því að manneskjur ekki fullkomlega hlutlausar, þú veist, það bara þannig, við reynum að vera það en það alltaf eitthvað rödd allavega, en það sem að fer af stað þá alltaf eitthvað svona yfirlýsing að hinn og þessi sé sko óstjórntækur og þetta þótti mér nefnilega svo áhugavert núna að sjá til dæmis eins og Dag og Kolbrúnu Baldurs vera að fara saman í ríkisstjórn vegna þess að þetta var Kolbrún Baldurs átti að vera fullkomlega óstjórntæk sko þegar við vorum í meirhlutaviðræðum að það átti að vera bara engin leið að fara í samvinnu við hana. Hún mjög dugleg í borgarstjórninni. Já, hún var bara dugleg í minnihluta, skilur, pirrandi fyrir meirhluta og þá náttúrulega fór að staða þessi lína og hún væri náttúrulega bara algjörlega óstjórntæk sko. En hún það auðvitað ekki og frekar en nokkur annar og það sem hefur alltaf verið viðlóðandi við stjórnmálin að þú ert alltaf með algjörlega sko, samansafna alls konar ruglu við fólki í þessu, þú veist, þá ég tala að þú þarft að vera svona smá klikkar að nenna þessu sko, skulum bara segja þessu og þú veist, og sumir eru bara með þetta í mismunandi skömmtum og allt það sko, en svo gerist eitthvað merkilegt þegar að fólk fer í meirhluta eða ríkisstjórn að það yfirleitt ekki endilega sá sem að þú myndir halda fyrst sem vandamálið, það oft einhver annar sko. Þannig ég er alveg sammálaður í því að það fer svona lína af stað þar sem að eitt hjólið er í rauninni því ég lýsti yfir í upphafi að það sé sprungið og það var VG í síðustu ríkisstjórn og þá var alltaf þarna áherslan á það að VG væri að laupast undan merkjum, nú það flokkur fólksins, svo í rauninni fara skoðanakannanir á stað leið og sko gagnrýnin og þarna byrjar á ríkisstjórnina og það fyrir að molna undan einstaka flokkum og þá fyrir maður að skiluru, hvort þeir laupi í vörn og það þarf ekki. En það ekki sko ástæðulausu kannski sko því að flokkur fólksins óhefbundin flokkur, þannig bara yngu, það engin sko engin landsfundir haldnir eða þetta bara svona, hún bara hefur þetta og það óhefbundið og svo kemur til dæmis eins og núna Eyjólfur Ármannsson sem sveitarstjórnar samgönguráðherra sem að tala alltaf bókun 35 bæri brot á stjórnarskrá en hann alltaf samt að greiða atkvæði með því núna staðin fyrir að mér heyrðist að vera að segja hann ætlaði að setja hjá, var það ekki? Jú, kannski það þá breyting. Fyrst var hann bara tilvitnanir í hann það sem hann segir hitt sko. Já, en þá var hann í stjórnaraðstöðu. Nei, eftir sko. Nei, hann búinn að lýsa því yfir. Ég heyrði nú bara eitthvað viðtal við hann eitthvað staðar þar sem mér heyrðist að hann ætlaði að setja hjá. En auðvitað er flokkur fólksins óhefbundin, það alveg rétt og óhefbundin valdastruktúr en manni hefur nú stundum fundist með flokkarna að valdastruktúrin þar sé svolítið svona pótemkím tjöld líka. Jú. Þetta gólu það að flokkur fólksins að vera óstjórntæku þótti mér eiginlega bara broslegt. Já, ég hef aldrei sagt að ég er að taka það. Nei, en mér veist eiginlega besta röksemdafærslan á því til röksturinn því að þetta veri ekki stjórntæku flokkur var vegna þess að hann hefði aldrei verið ríkisstjórn áður sem að svona dálítið sérstök lógík sem að út úr kortinu en ég ætla ekki redda nöfni þessu samhengi en þekktur áldiskjáðu hélt þessu fram
Já, en hérna það er samt sem kannski ágætt að sé verði smá áferðabreiting á pólitíkinni sem að mögulega einhver léttleiki sem að kemur hérna inn, léttleiki í því skinni að það sé betra upplýsingaflæði og annað. Og ekki veitir af því að ekki eru blaðamenn að sækja fréttir, það er alveg gerðslega handónýtir ef fréttin gísi ekki undir raskaturna á þeim og Reykjanesi þá bara verður ekki til, skiljum. Þetta er algjörlega ótækt ástand. Og ég nefna 2 dæmi, allavega 1 dæmi. Annars snýr nú að flokknum þínu á þetta. Hallægi mig fram. Landsfundur. Sko, ég veit ekki hvað búin þess að marga fréttur deilur það, hvort eiga að halda landsfund í febrúar eða ekki. Og þetta er búið að fara fram og tilbaka. Ég hef ekki séð nokkuð einasta blaðamann reyna að segja mig frá því, hvað hvað snýst þetta mál? Af hverju má ekki halda hann í febrúar eða af hverju þarf að halda hann í febrúar eða af hverju þarf að fresta honum eða ekki fresta honum? Ég hef kannski mistað einhverju, en þetta hefur bara ekki komið fram. Þetta finnst mér alveg ótrúlega skrítið, sko. Og þannig að það er bara, menn taka þarna við einhverjum, þannig að fréttin ágreiningurinn hvað? Það vantar allar analýsur. Það er bara, og það er engin, sko, það er ekki lengur þannig að þú einhvern veginn kveikir á sjónvarpsfréttum á hverju stöðinu sem og þú fáir eitthvað svona skúpp eða þú veist það sem verið að segja þér eitthvað sem þú veist ekki en það er engin það er bara verið í rauninni að telja upp og myndspreyta gamlar fréttir sem að hafa verið í rauninni í gangi á öðrum miðlum allan daginn. Já. Og síðustu daga hafa svo verið alveg ótrúlega, mér finnst alltaf svona leiðilegt að tala þetta sem eitthvað komist því að þarna kemur náttúrulega andlát við sögu, en sko það var þá hræðilega atburður jólin að bráða tilfelli kom upp á Suðurlandi og var ekki hægt að kalla út lækni. Bráða tilfelli var að það var ekki að fá lækn á stað til þess að úrskurða aldraðan mann látinn sem hafði eftir því sem mér skilst nú hreinlega svona fjarað út en það vantaði vottorðið. Þetta er búið að hleypa á stað sko fréttarhrinu núna sem að sko hreinlega komisk. Fyrstu fréttir mínar að þessu voru að undir yfirskriftinni Suðurlandið að verða eyðimörk. Og ég sagði, ok, hvað í gangi núna? Er þetta uppblástur eða einhvers konar eitrun á ökrum eða hvað í gangi? Þá var þetta eyðimörkin að það var læknislaust þarna í 5 daga og það var rætt við einhverja læknar sem sögðu, það fást ekki læknar til starfa vegna þess að þetta voru léleg laun, við getum ekki verið að vinna fyrir laun, pítsu, sendla og blaðburðar menn Morgunblaðsins. Og í sömu frétt var rætt það að sko það var verið að bjóða læknum upp á það að taka 5 daga jólabakvakt fyrir 500.000 þegar þeir gætu fengið 1.000.000 annar staðar utan stjórnsvæðis heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Ég veist að í anskoti pítsasendlar konum með góð laun eða útburðar börnin hjá Morgunblaðinu en þannig að þetta í svona einhverju hýperbólu sprengt upp frá þessu bráða tilfelli að það vantaði vottorð á jólunum. Ég hef nú haldið að bráðatilfellin hefðu nú kannski þarna verið alvarlegri ef það hefði snúið að lifandi fólki sem væri í sko sárri. Auðvitað gerir maður ekki lítið úr því að fólki getur hafa brugðið við þetta en ég sé ekki alveg að þetta hafi verið svona bráða mál. Nei, og eina greiningin, ef greining skildi kalla sem náttúrulega engin, eiginlega sjálfsagt að hlaupa í bara svona megafón og láta fólk blása út, svona einhver gífuryrði og stórar yfirlýsingar. En ég einhver nær það var þar. Ég ætla ekki að draga það í efa, það má bæta væntanlega mjög úr heilbrigðisþjónustuna á vinsælasti kjördæmi Sjálfstæðisflokksins og víðar á landið. Og Hlíðarenda.
það vandi í heilbrigðisþjónustunni, en þetta ekki það þarf að greina hver vandinn og það þarf að koma með þarna fréttir það áður en að menn hlaup upp til handa og fóta því að 100 ára gamall maður ekki úrskurðaður látin á jóladaga því að læknir telur það ekki neyðartilfelli og kemur ekki á staðinn. Kannski það bara bæta alþýðufræðslu til þess að fólk geti verið vistum, verið á með þá hreinu að aldra ættingin hafi skilið spegill fyrir við. Það var ekki hjúkrunarfræðingur á staðnum en þetta bara læknar einir geta gefið út dánavottorð. Það var það, en þau fluttan í líka geymslu, sko. Án dánavottorð. Þetta er mjög óþægilegt mál til að vera að ræða svona, en þetta er dæmi ég er alveg sammála því svona undarlegan fréttaflutning, en það sem að mér finnst dæmi undarlegan fréttaflutning af almannahagsmuni sem ég myndi vilja taka líka til handagags að því við erum að ræða þetta. Það finnst mér vera til dæmis umsvifin í herstöðin á Miðnesheiði að herinn skuli nánast vera komin aftur án þess að það hafi verið, að málið hafi verið rætt í sko fjölmiðlum eða fólk hafi verið upplýst það frá. Ekki eins og rétt á þingi, sko. Nei, og þetta ekki eins og rétt á þingi, en ástæðan fyrir því að fjölmiðlar tóku það upp að ráðherrann óskaði eftir því sjálfur að fara í drottningaviðtal í Kastljósi og í rauninni lýsa þessu í einhverjum atriðum hvað var þarna á ferðinni, að það væru 400 hermenn þarna með nánast fasta fyrrverandi utanríkisráðherra. Já, fyrrverandi utanríkisráðherra fór í, sem sagt, var það ekki nóvember eða hvenær var þetta viðtal. Þetta var bara mjög undarlegt að þetta væri að koma fram af því að ráðherra óskaði eftir því. Þetta var sko langur prósess og skiptir alveg gríðarlegu máli og ég satt að segja ég skil þetta ekki ennþá. Og svo kemur einhvern veginn taka fjölmiðlar ekkert við sér, það kemur engin svona alvöru greining eða umræða í framhald af þessu og við erum að tala að við ætlum að vera einhverjir þarna fullgildir þegnar í NATO, við ætlum að fara að borga undir stríðsrekstur og það er ekki hægt að taka ábyrgð án þess að það liggi fyrir einhvers konar upplýst umræða. Ég get til dæmis nefnt Svíþjóð sem dæmi að þar er næstu því daglega verið að hamra á því við fólk að það sé svona raunveruleg hætta á stríðsátökum og heimili eigi að búa sig undir það þurfa bara hlaupi í byrgi þau að vera með neyðarbyrðir heima af því að Svíþjóð að taka afstöðu, Svíþjóð í NATO og að taka afstöðu í þessum alþjóðamálum og þar að leiðandi orðið skotmark. Við erum náttúrulega líka skotmark, við erum að taka þessa afstöðu og við erum að fara ennþá lengra í þá átt. Það er engin umræða þetta hér. Nei. Er það ekki eitthvað skrítið? Hvað er öðruvísi hér heldur en til dæmis í nágrannlöndunum? Hvað var þetta, Kristín? Ég var að reikna þetta í hugunum á hann, sko. Fyrir utan Ragnhild Ágæta, þá erum við hérna 4 gamlir blaðamenn með kannski 160 ára reynslu samanlagt og fólk sem búið að vera þetta lengi á fjölmiðlum. Hvað er það? Hvað gerist það að við sitjum... Kristín ennþá í blaðamennsku og við erum að leika okkur að því líka. En ekki þessi dælu sem að... Sko. Nei, ekki þetta heimavelli sérstaklega. En hvað gerir það? Má ég aðeins talandi greiningu í fjölmiðlum og ríkisstjórnina. Það hef ég ekki ennþá séð greiningu á þessum stjórnarsáttmála eða stefnuyfirlýsingu eða hvað hún heita og að hvaða leyti hún ólík stefnu fráfarandi ríkisstjórnar. Sumileyti það rétt sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði þetta meira og minna sama stefna og Kristín var eiginlega að taka undir það hérna. Þetta væri mjög svona keimlík stefna. Það væri fyrst og fremst verið að skipta andlit á fórustufólkinu. Og sömurleyti finnst mér allir fjölmiðlar vera mjög upptíðnar af því að tala valkyrjurnar og hvernig þeim líður saman og hvort það faðmist eða heilsist og eitthvað fleira og hvort þessu trúnar á milli þeirra. Þó svo allir blaðamennina hafi farið í gegnum ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur í 7 ár þar sem öll athygli var það á eitthvað ótrúlegt tengsl Bjarna og Katrínar sem að þeirra uppstaðið skiptir engu máli. Því að þú ríkisstjórn bara fjaraði frá þjóðinni hægt og bítandi í einhvern veginn þessari hugmyndum að allt skiptir máli, hvernig þeim líkaði hvort við annað og hvort við liði vel að vera í sama herbergi. En samt fara blaðamennir einhvern veginn með þessa ríkisstjórn og láta þetta vera aðalatrið. Greina ekki stjórnarsáttmálann. Erum við að fara að horfa á breytingar í húsnæðismálum? Nei. Erum við að fara að horfa á breytingu í utanríkismálum eins og hér rætt? Nei. Erum við að fara að horfa á breytingar í ríkisfjármálum? Nei.
bara ekki neitt. Þau bara færðu til markmið fyrirverandi ríkisstjórnar að ná hallalausum ríkisfjármálum einu ári fyrr en planið var áður, sem mjög gagnrýnisverð ákvörðun. Sko. Af hverju við þegar hagkerfið að fara að sigla, það lending núna, það allt og háir vextir með verðbólgu og það bara öll fjárfesting að kapna, almenningur á gefna og köpa þessu húsnæði, þá ætla þau að fara að draga saman fyrr út í ríkisfjármálum á þess að vera með sett á planum það. Það heldur ekki greining á því í hvað voru samningarnir sem voru gerðir. Þegar maður skoðar skiptingu ráðherra eða ráðuneyta, þá bara augljóst að veikleikin þessar ríkisstjórn ekki kannski hvort það sé bakbein í flokki fólksins, heldur veikleikin í ríkisstjórninni að Viðreisn fær bara allt og mikið. Hún fær utanríkisráðuneytið, hún fær fjármálaráðuneytið, hún fær öll atvinnuvegaráðuneytin, hún fær dómsmálaráðuneytið. Þetta ímyndar að þú verður formaður Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkur aldrei fengið þennan díl. Það verið geggjað díl að fá. Þetta er óskað, það verði staðið og klappa fyrir Þorgerði Katrínu á landsfundi Sjálfstæðisflokksins í svona 3 klukkutíma eða hvað var klappað lengi fyrir staðinu. Þetta er bara ótrúlegasti díl sem hefur verið. Hvað fær Samfylkingin? Hún fær forsætisráðuneytið sem við höfum lært á tímabili Katrín Jakobsdóttir skiptir engu máli. Það valdalaust embætti, þú þarf þetta að vera að svara fyrir hina, þú hefur ekki sérstök völd, þú átt að halda þessu saman og einmitt þú þurfa að svara fyrir skammir ríkisstjórnarinnar. Svo fá þeir heilbrigðisráðuneytið sem umhverfisráðuneytið og menningarráðuneytið. Er þetta stæðsti flokkurinn sem var að fá þetta? Og svo ertu með flokk fólksins sem að náttúrulega étur ég fann það einhvers staðar hvernig þetta var orðað, þetta með 450.000 krónurnar. Hvernig það var orðað held ég að við fundið að við heyrðum með Dalstaðar og ég svo fór ég að leita þessu og ég fann þetta eiginlega skýrast hjá Sigurjóni Þórðarsyni í Norðausturkjördæmi. Við það að merkja XVF á kjördag fá kjósendur í kaupbæti í bætt kjör fyrir eldra fólk og markvissar aðgerðir gegn fátækt sem tryggja að landsmenn hafa úr að ráða að minnstakosti 450 krónur á mánuði skatta og skerðingarlaust. Og Inga var spurð fyrir kosningar hvaða kröfu gerir þið að fara í ríkisstjórn? Hún svaraði, það er óþarfi fyrir forminn hinna flokkana að hringja í mig nefnum fallist á þessa. Er þetta í stjórnarsáttmálanum? Nei. Og þetta munið eftir bréfinu sem Bjarni Ben sendi fyrir kosningarnar 2013, þar sem hann lofaði að eyða skerðingunum og að bæta kjaraskerðinguna sem hafði verið á ellilífeyri eftir hrun. Það er verið að dreifa þessu ennþá og þetta þetta líklega verið það sem að gróf mest undan Bjarna Benediktssyni í hans stjórnmálferli. Þetta bjóð til rof á milli eldra fólks og Sjálfstæðisflokksins sem hefur ekki ennþá kosið Sjálfstæðisflokkinn og í þessu rofi, hvað var til þar? Flokkur fólksins. Nú mæti flokkur fólksins inn í þessu rofi með loforðið innan úr rofinu og gerir hvað? Þetta er að svíkja bara þess að Bjarni Ben. Og ég hef enga trú á því að eldra fólk á Íslandi sé einhvern veginn sáttari við það að Inga svíki það heldur Bjarni Ben, þó að ég skilji alveg þess að þið eru að segja hér. Það er eiginlega ekkert betra sjónvarpsefni en svona kona sem að yppar gogg við kalla með bindi. Þú veist, það er bara, fólk elskar það og það skiptir ekki endilega máli hvað hún segir eða eitthvað svona, bara láti þess að anskota heyra það og hún gerir það alveg frábælega vel. Hún er orðið pinni. Já, en þegar á reynir að þá ertu ekki til að skipta fyrir það og 450 krónur á mánuði. Ég þekki enga sem verið til í það, einhver svona fólk sem er að berjast við fátækt, öryrkjar eða eldra fólk og segja, við höfum alveg af skittu áður en djöfull var Inga góð í kryddsíllinni. Ég þekki ekki það fólk Almenningur er skynsamur, þannig ég held að þessi ríkisstjórn eigi eftir að missa mjög hratt fylgi. Ég sá það í fyrstu könnuninni og ég held að þessi ofmetið hvaða fylgi og þessi meðbyr hún hafði með að við umræðanir hafi verið í fjölmiðlum og ég var alveg hissa þegar ég sá könnunina að þessi samanlagt fylgi flokkarnir komin í 50%. Og ég held í alvörun að þeir myndi liftast upp í 60-70. Ég held að þessi ríkisstjórn að byrja með kannski 80% stuðning, bara eins og best hefur gerst á fyrri árum. En mér syns hún bara alltaf að vera að byrja eiginlega svona svipuðum stað og ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 2017. Það byrjaði strax að málna undan flokki fólksins, einmitt út af þessari umræðu sem þú ert að lýsa. Við skulum nú leyfa þeim að fara af stað og sjá hvað verður hægt að gera fyrir þarna. Auðvitað hefði verið betra að hafa það í
Ég er bara að nefna það sem hefur komið fram, sko. Ég er ekkert að það er rétt að það er veikandi aðteglega, sko. Yfirleitt þetta svona þessari greiðsperióðu þá stekkur stuðningu ríkisstjórnina upp í byrjun, 60-70% held ég sé að geta verið óalgengt í fortíðinni, bara svona til að leifum að fá smá tækifæri til að sýna sig. Bara allir vilja veifa, þurfa að leggja á stað. En yfirleitt þá ekki byrjuð svona hörð stjórnaranstaða, Kristinn, sko, áður en að ríkisstjórnin tekin til starfa, eins og búið að vera. En greining á stjórnarsáttmála náttúrulega er óskaplega fljótgerð. Það er náttúrulega anskotin ekkert í þessu. Það er bara þannig að þú greining sem að þú fórst hérna yfir smári og náttúrulega bara svo greining sem er til dælu auglesanleg úr þessu. En af hverju eru þið ekki að hlusta á þetta á RÚV eða hlusta á þetta á Vísi eða lesa þetta í mótmælum? Þá ættum við ekkert erindi þetta til þín til þess að segja þetta nákvæmlega hér, sko. Er það ekki? Býða bara í fagslæki. Nei, að sjálfsögðu það vantar þessa greiningu og greining á því sem ekki er í pappírum er náttúrulega mjög mikilvæg líka, sko. Til þess að, þú veist, keisarinn er ekki með fötum, það er oft mikilvæg frétt. En ég held að ríkisstjórnin springi þessu að Viðreisn er bara með allt og mikil völd, að hvorki Samfylkingin með Flokkur fólksins mun þola það til lengdar. En af hverju fenguðu svo mikið? Já, af hverju gaf Samfylkingin frá sér? Af því að Viðreisn gat myndað ríkisstjórn með öðrum en Samfylkingin ekki. Heldur að það hafi verið beinhóttun? Heldur hún hafi verið með? Nei, þú þurft ekki að segja, það bara stóð yfir. Ég get orðið forsætisráðherra með Bjarna og Sigmundi. Já. Ég held það, sko. Líklega. Það virkar sem hérna svona augljósasta skýringin og oft er það þannig að það þarf ekki stórt samsæri til. Þetta er auðvitað að kaupa, sko, Viðreisn til að vera með. Já, allir vissu það við borðið. Þeir völdu, sko. Allir vissu það við borðið. Af því að nú líka tekur Samfylkingin, sko, mjög erfitt ráðuneyti sem er heilbrigðisráðuneyti sem að gefur svona lítið þarna. Það er yfirleitt að logar allt strax. Eyðimörkin á Suðurlandi kemur komið beint að vinna borðið. Það er náttúrulega með, sko. Það hefur alltaf verið þannig að fólk tapar í heilbrigðisráðuneytinu. Í gamla daga var þannig að heilbrigðisráðuneytir var alltaf veikir eða slasaðir eða eitthvað. Það var bara eins og það var eitthvað böl yfir þessu. En ef það var einhvern veginn tóm að fara allir að segja við stjórnmálaferðil Svandísar þá held ég að hann hafi klárast í heilbrigðisráðuneytinu, sko. Já, en svo hefur það líka svolítið að gera með bara hvað þú ert að reyna að gera vegna þess að hérna kemur núna bara kannski hægri konunni mér fram og það, sko, ef við ætlum eitthvað meira að nálgast heilbrigðiskerfið þannig að ríkið eitt geti veitt heilbrigðisþjónustu eins og almenningu vill. Já, sko, máli er ekki bara freka markmið að veita heilbrigðisþjónustu og að bara það sé sama verð. Nei, ég held að sé þannig að ef þú ert heilbrigðisráðherra á Íslandi þá áttu að búa til heilbrigðiskerfi sem almenningu vill. Já. Ef þú vilt búa til einkarekið heilbrigðiskerfi þá skalt bara flytja til Bandaríkjanna. Þú veist, sko, hérna, Gunnar. Sko, fyrsta lagi, það er bara einn kaupandi heilbrigðisþjónustu í Íslandi. Það er ólíkt með okkur hér og til og með sér Bretlandi líka og jú, það er single payer system, NHS eins og Ísland er með single payer system sem að þýðir það er bara einn kaupandi heilbrigðisþjónustu og það er Íslenska ríkið. Þannig að það skiptir ég hef borgað, sko, í klínikinni sjálfur fullt gjald, sko. Já, það er vegna þess að klínikin er ekki undir sjúkratryggingum. Það eru 2 kerfi. Já, og 2 kerfi eru, sko, ef þú ætlar að vera með single payer systems og þú ætlar að gera það almennilega, þá hleypur öllum undir sjúkratryggingar. En það sem hefur verið og það sem er ollið því að hér eru orðin 2 kerfi er að við erum alltaf að skipta milli heilbrigðisráðherra á svona 3 til 4 ára fresti. Einn er að vill ekki vera með neitt einkarekstur og ætla sko að refsa þeim sem eru einkareknar bara heilsugæslustofnanir og svo ertu með aðra sem að vilja bara að láta bara alla hjálpa stað því það þarf þorp til þess að leysa vandan, skilur. Þú nefnir NHS. NHS eru grafið að innan með einkavæðingu og útvistun þannig að það er eiginlega ekki svipur og sjón og er að hrynja það kerfi og veldur því að hérna sem áður var sko bara krúnudjást Breta. Allir elskuð NHS að núna logar það í sko verkföllum og átökum og er að brotna vegna þess að stefna Sjálfstæðisflokksins hefur verið farin bæði af Íhaldsflokknum og Verkamannaflokknum í Bretlandi. Já, áhugavert líka í þessu. Við ætlum að læra af mistökum annarra. Já, áhugavert líka í þessu er að við erum ekki bara svo Danir eða Færingar. Danir eru líka með Skotar eru með miklu betra kerfi. Já, Skotar eru með öðruvísi en þeir eru samt
samt sko, en Danir líka með single payer system og held í Norðmenn líka. Þeir hafa ekki eyðilagt það voru náttúrulega hægri bæði í Svíþjóð og Noregi og Danmörku sem að þarna eyðilögðu svolítið þarna heilbrigðiskerfið þar með því að koma inn með mikinn einkarekstur og það hefur nú verið Svíar eru alveg í stórkostluðu tjóni. Fram á það að mikið af þessum peningum lendir í skattaparadísum og það er nú kannski ekki endilega það sem við erum að sækast. Annars vegar erum við að tala um það að heilbrigðiskerfin á Norðurlöndunum séu ónýt af því það er einkarekstur í þeim, en á sama tíma er þetta hvað bestu heilbrigðiskerfi í heimi. Þetta voru einn bestu heilbrigðiskerfi í heimi, en það hefur mannað ég verða aðeins að segja vegna þess að mér finnst þetta svolítið sko orka tvímælis hérna, vegna þess að við erum líka, og þetta er nefnilega svolítið áhugavert, en svo tala um hvernig stendur því að læknar vil ekki fara út á land og þetta bara er alveg gömul og ný saga. En ég ætla bara aðeins að summa saman í mjög stuttum máli þróun í heilbrigðismálum síðastliðin bara svona 50 ár. Fyrir að fyrsta þá erum við orðin miklu betri í að lækna fólk. Skulum bara byrja á því. Og það kostar miklu meira vegna þess að við erum miklu betri og það er bara geggjað. En það þýðir líka að það þarf fleiri meiri framþróun og það er mikil framþróun á leiðinni og við þurfum að vera opin fyrir því að taka hana inn. Og En ef þetta kostar meira, var ekki mistök að lækka skattana á fjármagnseigendur og stórfyrirtæki og svona, var ekki mistök? Við getum haldið inni og vera bara góða heilbrigðisþjónustu. Það sem gerist þegar við lærum að gera hluti fyrst, þá eru þeir dýrir og svo verður alltaf betur og betri og þá verður ódýrara að gera hlutina. Það er bara þróun hluta almennt. Hún er eitthvað meira svona og það er nákvæmlega eins með bara heilbrigðisþjónustu og allt annað eftir því sem að við erum betur og betri að gera heilbrigðisþjónustu og það eru líka ódýrara að veita hana og ég meina ef við ætlum að tala um hver getur framtíðin verið að þá erum við að fara að horfa miklu bara sko allt aðra heilbrigðisþjónustu en við kunnum að þekkja í dag. Gervigreindin er að fara að koma meira inn í þetta. Ég meina við getum verið að horfa á það að þú mætir, lætur taka svona eina stung úr puttunum á þér og svo færðu bara lífræn lyf. Það var að horfa á svoleiðis hugmyndir á Netflix, það er svona sería konu sem var feiknarlega rík skamma tíma með því að selja þessa hugmynd. Og það reyndist vera hóvaks. Ég er bara að segja sko að máli er að þegar allt kemur til alls að það að einblína á fyrir mitt leyti, einblína á það hvort að sko íslenska ríkið sé að reka bygginguna og borga launin fyrir nákvæmlega þessa menn sem að veita nákvæmlega sem heilbrigðisþjónustu og bara Pétur og Sigga með Dómus Medica eða whatever. En þegar almenningur spurður? Já, en þegar almenningur spurður þá vill hann bara góða heilbrigðisþjónustu og hann vill góða heilbrigðisþjónustu og hann vill aðgengi heilbrigðisþjónustu og hann vill ekki að það fari eftir í efnahag hvað þú borgar mikið. En við viljum ekki hafa til dæmis tómar skurðstofur inn á opinberum heilbrigðisstofnunum af því að sko 100 læknar eru komnir með skurðstofur út í bæ, það er dýrara fyrir almenning. Það er ýmislegt dýrara í þessu kerfi fyrir almenning. Og þetta er nákvæmlega sem kemur fyrir með Suðurlandi. Af hverju vill fólk ekki fara út á land að vinna þar? Hefur spáð því? Af hverju vill fólk ekki vinna á Landspítalanum? Ég get alveg sagt að það er ástæðan fyrir að fólk vil ekki fara að vinna. Haldur þessi bara launin? Nei, heldur þessi rekstraformi? Heldur það að halda því fram? Nei, ég er ekki að segja þessi rekstraformi heldur. Það er lækna skortur í landinu. Já, en ég ætla að segja ykkur hver ástæðan er. Það er nefnilega ekki bara rekstrarformið, nákvæmlega svo rekstrarformið er ekki bara vandamálið. Þetta er fjölþætt og það er einfaldlega það að ástæðan fyrir okkur fólk á erfitt með fórnarland það eru fáir læknar, það er að vinna ógeðslega langar vinnutíma, það er að og jú, það fær 1 milljón en svo þarf það að borga skatt af því og þú ert búin að vera, í 7 ár í námi og þú ert að vinna með gífurlega mikla ábyrgð og þú ert á bakvakt og það er þannig sem er fyrir læknar út á landi, þeir að vinna sko allan daginn og raun og vera nætuna líka það hringt í þá og svo allan daginn eftir það líka og aftur. Þetta er bara rosalega, það er bara mjög fáir sem geta þraukað í þessu til lengdar. Og þetta, vinnu aðstæðunar eru vandamálið. Það er það sem að gera verkum að fólk, það er að það sé undirmannað. En þetta leysum við ekki með rekstraform. Einkarekstri. Nei, en við leysum þetta heldur ekki með því að vera bara með opinbera rekstur. Nei, það er líka bara einn þáttur af þeim sem þarf að leysa. Nákvæmlega, sem að þýðir að það að hatast út í einkarekstur er ekki lausnin á þessu sko. Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera meira minni ríkisstjórn síðan 1991. Hann mætti þessu með því að leysa þetta ekki. Nei, en ég ætla að segja líka annað vegna þess að þetta kemur inn á þegar við varum að tala með ráðherrastóla. Og þetta er nefnilega rosalega góð punktur vegna þess að ef að þú ert með segjum þú ert með fjármálaráðuneytið, þú getur alltaf sett aukinn pening hingað og aukinn pening þangað og allt það og það hefur vissulega verið gert en svo þarf þetta að vera með ráðherrana sem að innleiða breytingarnar. Af því það er oft gleymist að þegar þú ert í stjórnmálum og þú ert ráðherran eða
þú veist, í meirihluta eða whatever, þá þitt hlutverk að innleiða það breytingar sem fólk vill sjá, right? Og það bara þannig sem það Þannig að vera með öll þessi ráðuneyti og vera líka með fjármálaráðuneyti, þá getur þú væntanlega, þú ert með góða ráðherra, innleitt þær breytingar sem þú hefur lofað. Það einfaldlega þannig. En það ógeðslega erfitt til dæmis að vera, ef þú væri með, segjum, ef Katrín hefði verið eða Svandís hefði verið í fjármálaráðuneytinu, en hún vill hafa hlutina ákveðin hátt, hún hefði alveg getað sett rosalega mikinn pening í heilbrigðisráðuneytið, en það þarf ekki þar með að segja að ef það hefði verið hægri sinna ráðherra þar, að hann hefði innleitt þær breytingar sem hún hefði viljað sjá. Þú veist, þannig að það skiptir máli mitt hvaða flokkur með þessa veigamestu stóla. En ég held að svona almennt sé með þetta út á land og læknisþjónustu út á landi, hún miklu verri, hægt að kenna einhverjum einum flokki það, ég held að það sé ekki svona einfalt, sko. Hins vegar að þá, þegar við erum að skoða, og nú ætla ég aftur alveg að stuða því dælu, sko, að þegar við erum að tala hins vegar það, hvar hafa orðið framfarir og hvar hafa, þú veist, hvað hefur verið gert til þess að mæta aðgengisskorti á heilbrigðisþjónustu í Íslandi, því það vandamáli, opinbera kerfi ræður ekki við þetta. Nei. Og þá hefur einkareksturinn komið og hjálpað. Opinbera kerfi ræður ekki við þetta vegna það vanfjármagnað. Það sem vanfjármagnað? Já, ok. Þannig það ekki átt að búa til krísu. Þetta bara vel þekkt að láta opinbera kerfi drabbast niður og einkareksturinn komi og ég get lofað einhver því að það engin stjórnmálamaður sem með sama hvaða flokkan í sem að hugsa með sér, nú ætla ég að fara á þing og ég ætla bara viljandi að láta bara vera vonda heilbrigðisþjónustíðina, sama hvað gerist fyrir lífi og líkama vina minna, vandamanna og annara íbúa, bara vegna þess að ég vil sýna þeim í 2 heimana. Enginn svo. Það sína þeim til 2 heimana til þess að opna sigrum fyrir vin og vandamanna til að koma inn með þjónustuna. Það nefnilega ekki svona. Þetta sko, þetta ótrúlega, alls ekki. Það ógeðslega skrítið líka að halda því fram. Nei, það augljósarastæðar. En þetta við erum búin að ræða breska heilbrigðisþjónustu og NHS, ég er alltaf búin að vera með annað fótinn í Bretlandi núna í 15 ár og þó það sé búið að naga það að innan og þá þjónustan þar sko margfalt betri heldur en hér. Ég er líka búið í Skotlandi með unga börn, brilljant heilbrigðisþjónusta. Þetta einhver mýta sem að lengi hefur verið að hér sé einhvern veginn sko góð þjónusta svona samanburði við. Ég manna þegar maður var yngri alltaf verið að rakka niður opinberu heilbrigðisþjónustu í Bretlandi, það voru teppalega skurðstofur, óhreinindi og mikla og veit ég hvað og hvað. Það var alltaf bara að kjafta því, sko. Þannig að ég hef sótt mér heilbrigðisþjónustu til Bretlands og Þýskalands. Ég kvartar ekki að mér að reyna að komast til heimilislæknis, ég bara flýg til Belgínar eða panta tíma í London, sko. Ég þurfti að sér það heilbrigðisþjónustu og fekk skilaboð að ég þurfti að bíða í ár eftir greiningu hér. Ég flög bara út til London og hringdi í næsta spítala og sagði hvort ég geti fengið tíma. Já, því miður nú mjög bókað. Ég á ekki neitt laust fyrir en í seinnipart næstu viku. Ég var fullborgandi að ég nefndi ekki að sækjast eftir því að fá sko einhvers konar uppáskrift ég ætti rétt á innan NHS. Ég þess að reikna það saman þegar allt var, þannig að ég var fullborgandi sem sagt utanakomandi þar inni. En þegar ég reiknaði saman allan kostnaðinn sem fórst í þessu, samanburði það sem ég ætti að fá hér eftir ársbíð, að þá var þetta á pari. Þetta er sama hjá mér, ég var í Frakklandi. Þú ert alltaf að fleygja hérna út einhverjum. Ég var í Frakklandi, ég leitaði bæði til lækna og fór í rannsóknir og keypti lyf. Það sem ég borgaði þar, full borgandi utan kerfis, var alltaf minna heldur en að var þáttur sjúklingsins á Íslandi. Já. En ég heldur sért í EES. Við erum í EES. Nei, ég hefði þurft að fá heimilislækni til þess að... En varstu ekki með evrópska sjúkratryggingakortið? Nei, ég var ekki með það. Og ég vildi bara fá þjónustuna strax og eins og maður vill. Og þannig að... Ég ekki annað dæmi. Ég átti penning fyrir þessu og ég bara borgaði þetta. En sko, það kom mér óvart þegar ég fór að skoða þetta og ég var ekki að borga. Ég var að borga basically að sama og ég hefði borgað hér sem fullgildur þegni í þessu samfélagi hér. Ég ætla að taka annað dæmi að ég skráði mig til heimilis í Danmörku og fór á Hagstofuna og fekk svona kennitölu og þetta dótt. 3 dögum seinna þá hringir í mig maður og kynni sig sem heimilislækni minn. Þá var mér úthlutað sko heimilislækni bara á staðnum.
og hann sagði hvort ég vildi koma í svona tékk. Ég sagði, nei, það ekkert að mér, ég þarf ekki að vera í tékk, það ekki fyrir þig, vinnu minn, það bara fyrir mig, svo ég veit hvernig heilsunaður og ég var kallaður bara inn í tékk, þannig að gekk ég inn í heilbrigðiskerfi í Danmörku. Þegar ég skráði mig aftur til heimilis á Íslandi, að þá var ég utan kerfis í einhverja 9 mánuði og ég fekk flogakast á þessu tíma og þetta fór í alls konar rannsóknir og bara Guð hjálpi fólkinu sem lendir í þessu Ég held að það kostaði mig 350 krónur eitthvað svona bara sem ég borgaði á einni viku fyrir að vera með flogakast. Þannig að íslenska kerfið mætti alveg skoða og bera og reyna að læra því sem best gert. Ég var annað sem ég man eftir sena þar sem við vorum að ræða heilbrigðismál á fundi og stóð upp svona eldri maður og var að segja frá því að dóttir hans sem bjó í Skotlandi hafi greinst með krabbamein og það var mjög sorglegt að hlusta á það að foreldri fullt af ótt og ugg og hann segir við dóttirina, vill ekki koma bara heim, kæra mín, koma heim og hún sagði, pabbi minn mér bara hvarlar ekki að mér að fara út úr skosku heilbrigðiskerfi til að fara í íslenskt heilbrigðiskerfi. Ég ætla að hver ekki betra fyrir mig að vera með mitt krabbamein heldur í Skotlandi, ekki fara heim. Svo þetta bara staðan sem við verum að horfast í augu við. Það svolítið sorglegt í rauninni hvað íslenskt heilbrigðiskerfi virðist vera vont í samanburðinum hræðilega vont. Og alveg óháð þessari spurningu einkarekstur eða opinberar rekstur að það er eitthvað í funksjónelt rangt við heilbrigðiskerfið hérna. Bursið frá þessari kostnaðar. Já, það eru 25 ár síðan var í Skotlandi, var þar yfir ár og tvö unga börn, bleiubörn og skráði mig heilbrigðiskerfið strax og það var bara daginn eftir var komin hjúkrunarfræðingur til þess að veita mér heimaþjónustu til að kenna mér að því að ég var í feðrarólu að skipta bleiu á yngra barninu og ég er búin að æfa mig aldrei á þessu sem ári eldra Nei. Svo fórum við gegnum ýmis hlutum hvernig þetta að sinna unga börnum og ég bara leyfði henni þetta Þeir í Skotlandi eru með það sama og ég held að Finnarnir hafa byrjað á því að gefa nýjum foreldur svona kassa með svona helstu dóti sem er svona falleg gjöf að börnin að verðmeta það sem hægt að færa inn í þetta samfélag og það alltaf í lagi samfélag myndi sína það. Ég ætla að taka annað dæmi sem að tengi svona félagslegri þjónustu. Það var tók viðtal við konu sem átti langveikt barn á Akureyri og þurfti að sinna því og eiginlega bara hætti aldrei vinnu að því hún varð að vera heima alla daga og svo náttúrulega stækkar barnið og það verður erfiðara fyrir hann að þvoða í baðkarinu og hún var að óska eftir að fá svona lyftu sem til þess að koma barninu í baðið og upp úr því aftur. Það tók 3 ár og svo kom lyftan og þá voru hún biluð og öll lýsing hennar á þessu svo náttúrulega verður barnið 18 ára og verður sjálfstætt foreldri og þá fær hún hægt að fá allan stuðningu eitthvað fleira og er bara skilin eftir sem væri að búið að éta hana innan við að sinna sínu langveika barni í 18 ár, eiginlega án alls stuðnings, hún þurfti að biðja allt sem hún fór á milli Pontus og Pílatusar og hvað þetta heitir, þurfti að berjast fyrir hverju sem svo flutti fjölskyldan réttaði sérst áður en að var 18 ára til Noregs og það var bara flutt inn og skráð til heimilis og þá mætir fólk frá félagsþjónustunni með svona spjald og segir er alltaf þröng hurðin inn á baðið og tröppurnar þurfa að vera svona og mættu bara á löguðu íbúðuna til þess að langveikt barn geti búið þarna. Þetta er bara hinum megin við sjóin en er það þannig að ef þú ert í þessari stöðu að þá þarf þú að vera að berjast við kerfið fyrir hverju einustu hjálp sem þú þarft að fá eins og þú sett eitthvað sakamaður það er eitthvað stórkostlegt að Íslandi sem að þarf að laga. Það er þessi hugsun samneysluna á Íslandi og barnavernd og svona hluti sem að við þurfum að laga. Já, til þess með þetta er mjög gott dæmi þér. Svo er það náttúrulega oft þannig eins og þið hafi heyrt með farsældarlögin. Með farsældarlögunum þá átti að kom miklu meiri peningu vegna þess að við vorum bara að segja að þessi þjónusta sem við höfum verið að veita, hún er bara ekki við hæfið þeirra sáttmálas og mannréttinda sem við erum búin að skuldbinda okkur að efna. Þannig að það koma farsældarlögin og þar með að koma fé til sveitarfélagin því að sveitarfélagin framfylgja þessari þjónustu, félagsþjónustunni og þjónustu fatlaða og börn og þess að þar. Og svo bara gerist eitthvað, þess að peningurinn kemur en svo stoppar þetta eitthvað með hér og virðið, bara hvað þetta breytir fyrir mig sem notendan, það bara er eitthvað með ekki alveg að rætast eins og það átt að gera og það held ég sé oft kjarnin í mikið vandamálunum sem að hrjáir okkar kerfi hvort sem það sé félagsþjónustan, jafnvel spítalinn er að þótt þú setur peningi í þetta, þá verða ekki þessar breytingar sem að þurfa að vera í þjónustunni í kerfinu
til þess að peningurinn leiði af sér þjónustuna sem á að vera gammalt notendanum. Þetta bara virðist alltaf kapna inn í millilæginu. Skiljiði? Þetta er líka eitthvað svona kúltúr sem er hérna. Við getum pröfað að tala við öryrkja Tryggingastofnun ríkisins sem að myndi ætla að væri eiginlega bara haldreipið þeirra. Þú veist, öryrkjar þeir upplifa þessa stofnun sem bara þeir eru í hatusambandi við þetta. Hvaða kultúr er þetta eiginlega á Íslandi? Akkur má ekki Tryggingastofnun vera, þú veist, rausnaleg og almennileg og alltaf reikna með því að Kristi þarf að okkur hjálpa að halda að hann sé ekki að ljúga. Það er alltaf tekið á móti. Sveita ómaga kultúr. Já, hann er ennþá alltaf, þetta er hugafarsbreyting sem þarf að koma þarna til og kerfisbreytingar og reyna að hrista þessu upp í þessu. Mér finnst alltaf skemmtilegast að sagana frá Tryggingastofnun þegar maðurinn sem misti fótinn og varð að fara á hverju ári til læknis til að koma með vottur það að fóturinn var ekki komin tilbaka á hverju ári. Þetta er ekki lygi. Nei, ég held þetta sé ennþá þannig. Ég held það sé bara blindir hafa kvartað yfir þessu. Já, bara sönnur á það að þú sért ekki búin að fá sjón eða löppinan í að kraftaverk hafi ekki átt sér stað á liðnu ári. En vitið að hverju fórum að tala um þetta? Fórum að tala um skiptingu í ráðuneyta. Já. En hérna, ef við værum valnefnd hérna og værum að ráða heilbrigðisráðherra og Alma Möller yrði með umsegjenda með sína reynslu, við myndum öll að ráða hana. Við myndum að vera bráðalæknir og landlæknir og náttúrulega reynsla hennar og þekking hlýtur að vera með í mest. En við myndum náttúrulega byrja á því, þetta er náttúrulega pólitískt embætti, við myndum byrja á því að setjast niður með umsækjendum, ölmum þar á meðal og ræða hvaða hugmyndir þau væri að koma með inn í embætti. Þetta er ekki embætti þar sem að fagmenntun skiptir öllu máli, heldur hugmyndir breytingar og þetta er svo flókið kerfi, það skiptir miklu máli. Já, ég meina eflaust við skulum bara gefa ölmu það, hún verði góður heilbrigðisráðherra. Eitthvað bara allt annan að vinna, þá er það líklega fyrstu 9-12 mánuðurnir er bara að setja sig inn í þetta þannig að líklega sleppur hún við það, þannig að hún ætti að geta komið með svona byrja að vinna á fyrsta degi. Það er kannski munurinn. Ég held að í þessu sé bara mikið að vita hvað væntingar maður hefur til þess að það sé hægt að gera með ráðuneyti vegna þess að þetta er náttúrulega þannig að ráðuneyti setur bara stefnu en aftur maður þarf fólk á réttum póstum að innleiða stefnuna og það er eiginlega málið, þannig að hún getur sett stefnu ef að stefnu er góð og hún veit hvernig á virkja fólkið í á þessum póstum til þess að innleiða stefnuna, hún er góð breytingarleiðtogi, þá kannski sjáum við betri þjónustu en þar, ég veit ekki alveg hún var náttúrulega landlæknisembættir nei, hún var náttúrulega landlæknir hér landlæknisembættinu og þú veist, það var margt þar sem ég hefði til dæmis vilja sjá gert öðruvísi það er bara svona varandi einmitt þetta að taka út óþarfa skriffinsku í kerfinu þú veist, og líka taka slægina við kerfi þegar það þarf, þannig að í landlæknisembættinu, í landlæknisembættinu það er þangað sem að þú ert að kæra til dæmis mistöku og fleira eða þá ef að þjónustan er ekki nógu góð eða ýmsir hlutir sem þeir eiga að vera að taka á og vera þessi óháða stofnun eftirstofnun með heilbrigðisþjónustu á landinu og ég veit ekkert endilega þú veist, ég meina geti að þau hafi staðið sig vel að mörguleiti en ég hef aldrei eitthvað séð eitthvað landlækni sem að þori líka að tala við kollegar sína það að það er ekki lægi hvaða er fámennt á spítalunum og hvaða það eru mörg atvik út af bara mönnunarvanda þú veist og að það sé ekki í lagi Það verður bent á þetta þegar heilbrigðisstéttir fara í verkfall þá gerir svona neyðarlisti það er lágmarksmönnun yfirleitt er spítalinn aldrei yfir henni þannig að það er eiginlega besta þjónustan væri í verkfalli með 110% nýtingu rúma á Herðan ef við geta talað um Sjálfstæðisflokkinn og 10% alltaf göngum landsfundin í febrúar í vonda veðrinu Nú viljum bara fá stutt á greining á þessu innanfrá innanbúðar, segðu okkur af hverju óskupur Fyrst að ég byrja að segja að það fyrir sama hvað fólki getur þótt Sjálfstæðisflokkinn að minnsta kosti fólk að tala okkur fólk alveg það er ekki svona haldni landsfundir hjá flokki fólksins og öllum sem er ekki einu sinni í Sjálfstæðisflokknum er mjög andum það hvenær við höldum samt landsfund þannig ég er svolítið upp með mér það en ég er ekkert búin að vera neitt sérstaklega mikið inn í þessu máli aðalega að ég var bara að halda jól og eins og allir bara upptekin í hátíðunum og svona
En eftir því sem ég best veit að þá það er búið að lengi liggja fyrir að þá átti að vera landsfundur í lok febrúar, það var bara búið að plani í svona ár held ég og fólk búið að undirbúa fyrir sig undir það í innarstári flokksins við land og sérstaklega þeir sem að ferðast að ferðast þeim tíma. Svo var það held ég þannig eftir því sem að hún Andrea sagði að þá voru málefna nefndinar sem að útbúa drögin fyrir landsfund bara ekki búin að vinna þau drög nægilega mikið, var ekki búin að ná að klára haldafundi og fleira sem þurfti að gera til trufluðust á kosningum. Mögulega trufluðust á kosningum. Þannig að þá kom upp einhver svona pæling hvort að þau getu annarkvort hlaupið rosalega hratt eða hvort að það ætti kannski að fresta þessu. Og svo bara þetta allavega það besta sem ég veit og svo eru bara mjög margir sem eru mjög hafa mikið óþol fyrir því að fresta landsfundi sjálfstæðismanna vegna þess að þeir hafa ekkert alltaf margir verið haldnir undanfarin ár. Náttúrulega COVID og fleiri mjög löggildar ástæður en sjálfstæðismenn við erum bara við erum bara mikill svona lýðræðisflokkur. Við viljum fá að takast á sættast á okkur að niðurstöðu og allir fá bara sinn tíma í pontunni sko. Þannig að og eru bara með þetta mikla starf víðsvegar land og þannig að það vilja margir skipta formann. Já, það vilja margir skipta formann og svo eru margir sem vilja halda í formanninn og þetta allt eitthvað sem fólk vill fá að rífast á landsfundi. Er það ekki sem stjórnar því að fundinu verður frestað? Nei, sko miðstjórn... Það þarf meira svigrúm til að... Já, sko... Það finnst mér svo það hljóta verið eitthvað undirliggjandi að hver á að koma í staðin fyrir Bjarna. Já, sem ástæðan fyrir. Er það ekki bara málið? Ég veit ekki sko, ég veit ekki alveg hvort ég þorir bara ekki að segja það vegna þess að ég er ekki í þeim búrum sem að... Vertu hugrum, þorðu. En við myndum fara að reyna að fiska það ef við værum blaðamenn. Við vorum að komast að þessu í gær. Er einhver möguleiki á að verða eitthvað samkomulag inn í flokknum hver taki við að Bjarna? Nei, við hefum aldrei verið þannig flokkur. Við hefum alltaf tekið slægin. Við elskum að taka slægin. 5 í frambóði og svo sem vinnur á 31%. Já, nei, nefnilega ekki. Sko, það er tvöföld umferð. Já. Hver heldur þú að standi upp þess að formaður sjálfstæðisflokksins eftir landsfund? Ég veit ekki, það eru bara rosalega margir sem eru orðaðir við þetta. Og hver heldur þú að sé sigurstranglega eftir? Ég bara veit það ekki. Ég held að þetta eru bara mjög margir sem eru flotti frambjóðendur. Ég myndi alltaf segja að Guðlaug Þórs er flotti frambjóðendi. Þórdís er rosalega flotti frambjóðendi líka. Hún er búin að vill gefa færi á sig í þetta og svo er búið að nefna Guðrún Hafstein, það er búið að nefna Íslandinguna Guðrún og Áslaugu og svo las einhver staðar að fólk væri að pæla í Elliða. Er það ekki hann sjálfur það? Jú, kannski var það bara hann. Ég las þannig að það væri kannski einhver úr sveitarstjórnarstíðinu. Til dæmis af Suðurlandi. Já, ég er ekki því miður ennþá komin í pottinn, en nei, en sko það sem að... Ég tippa Áslaugu Örnu, hún tækir það. Já, ég meina það getur allt gerst á landsfundi. Jú, hún er svona smá útgerðar bakgrunn svona, stuðninguna úr þeim gera eða ekki. Já, ég líka... Hún er komið hingað sem gestur og hún bara, það er svona tökur íni. En ef að Bjarni býður sér fram og ef það eru tvöfalt, þá ætti hann að ná í seinni umferð. Og hann ætti að geta unni hvert sem að myndi koma með honum að því að hinir armannir geta ekki unnað hinum að vinna. Er það ekki þannig? Segjum að Áslaug Arna færi áfram á móti Bjarna, að Guðlaugs fólkið mun þá kjósa Bjarna en vill ekki Áslaug unni. Heldur þau ekki? Nei, það er alltaf djúpa skurður. Hvernig fór þetta að sé? Var það ekki 60-40? Ef að þeir fara allir fram, sko. Já, ef þeir gera það. Já, ég veit ekki alveg, sko. Þú veist, ég held að þetta sé ekki svona klift á skorið að menn hattist út í hinn og þennan svona mikið, sko. Þú veist, ég menna, ef ég á að segja eins og þú veist, oft er þetta bara svona að eins og fyrir mitt leyti að þá bara byrja ég í Heimdalli og var þá að keppast við vinina Áslaugar og hafði þau, en þetta er frábært fólk og margir hver bara vinir minni í dag sko og svo var Gulli bara ótrúlega góður að sinna okkur heimdallingum á þeim tíma þannig að við höfum alltaf verið svolítið svona þakklátt honum fyrir það Hann er ennþá Heimdall, eða ekki? Jú, hann er bara hann var bara, þú veist, duglegur að hjálpa okkur, styðja okkur í þessu og þegar manni vantaði ykkur upplýsingar, hann bauð manni í ráðuneytun og fleiri ráðherra líka og maður man alltaf eftir þess að byrja ykkur svona, þú veist,
þú veist, bara það sýndi manni áhuga. Þannig að ótrúlega duglegur hann það og málið sko að þannig að það er ekki oft, þú veist, yfirleitt er þetta ekki þannig að, þú veist, mér er ekkert í nöfi Bjarna eða Áslaugu sko, þú veist, þau eru bara djöfull öfluga í því sem þau gera, en Gulli bara var bara hjálpaði mér þegar ég var að byrja og þau er bara góð vinn minn sko. Og þú vilt landsfund í febrúar? Já, ég var bara búin að undirbúa mig undir það, annars þarf ég aðeins að breyta fríunum mínum og maðurinn á ammæli þannig líka og maður var búin að alveg stilla sig. Má ég spyrja ykkur hinn, skiptir máli hver verður formaður Sjálfstæðisflokksins? Er líkur á því að Sjálfstæðisflokkurinn breytist einhver leyti eða skiptir þetta einhverju máli? Er þetta bara svona andlis skipting? Mun sá sem tekur við meir og minna reka flokkinn og stefnuna eins og Bjarni? Er ykkur blæbrigði munur á fólki? Ég bara heila veit það ekki, þetta er alveg stór spurning. Ég hugsa sko að í grunninn verði þetta jafn hagsmunadrifið og alltaf vegna þess að öðru sig getur flokkurinn ekki fungera sko. En hvort það verði eitthvað blæbrigðamunur og áferðamunur og hversu djúpt er á því, veit ég ekki. Ég verið svo lengi í burtu og svo búið að byggja fyrir valhöllana, maður getur ekkert sko reynda að njósna á glugga lengur fjallar. Þú getur fengið íbúðan það og kessir þinn. Þannig að ég satt þess að veita ekki. Þú veist, við höfum alltaf veita þessari hagsmunatengingu, ég er alltaf að tala útgerðana fyrst og síðast og mokka batteríin. Er Guðlaugur Þór eitthvað síður til þess að vera jafn þjónustu sinnar, hvert þeim hagsmunum? Er það breyting? Nú er ég bara að hugsa upp á því, ég bara hreinlega veit það ekki. Þó þú veist þetta betur en ég. Þóra Kristín. Hvort að Guðlaugur yrði jafn hallur undir útgerðar eða einhver af þessu sem við vorum nefndir? Já, ég held að Guðlaugur sé eins og Alda var að lýsa, hann sé svona maður fólksins svolítið, hann er svona grasrótar Gulli. Inga Sæland þeirra sjálfstæðismanna. Já, hann er svolítið þannig. Hann hefur svona leitt svona alþýðuna í Sjálfstæðisflokknum mjög vel áfram, verið svona maður svona útkverfana og þarna og að því leytinu til er hann svona vinsall, hann hefur verið svona minna tengdur inn í þessa svona beinu eins Áslaug Arna er náttúrulega mjög tengd inn í sko útgerðar þarna útgerðar manna auðvaldi eða hvað maður á að kalla það. Þetta er náttúrulega þarna, það er náttúrulega rosalegt klan sko sem að ámokkan og mjög valda mikið í flokknum. Það er ekki aðalinn í sko mokka. Og hún er mjög svona til hægri í skoðunum og þarna þau hafa öll svona, ég veit ekki alveg svona, jú það verður áferðarbreyting held ég. Það er alltaf breyting með nýjum formanni. Ég var beðin að spá árum að hver er þið formaður, ég ætla bara að giska á að það verið átök milli svona tveggja megin fylkinga en að endingum muni Guðrún Hafsteinsdóttir verða formaður sem einhver málamiðlun. Ég var búin að spá Guðrún Hafsteins fyrir löngu síðan, ég er ekki alveg að pissa en þarna af því að mér sýnist að Guðlaugur Þór ætla að taka slaginn aftur og þarna hann er ódreipandi í þessu. Hann er ódreipandi. En núna er erfitt fyrir Bjarna að mæta landsfund af því að hann hefur gert það áður. Hann hefur sagt að við erum ekki með sama fylgi áður en við erum í ríkisstjórn og við hefum náð í gegn eiginlega öllu því sem að þið hafa verið að samþykkja við gólfið. Hann getur ekki mætt núna og sagt þessa sögu. Nú er hann utan ríkisstjórnar með flokkinn í 19,4 eða hvað það var. Þannig að það er mjög erfitt að sjá það hvernig hann ætti að geta lifað af landsfund. Samanlega en ég veist að Bjarni geti ýmislegt ef hann langar til þess. Ég þarna er ekki viss að hann langi endilega, sko ég held að ego hans og stolt langi til þess en ég held kannski að hann hafi ekki alveg svona sama kraft og löngun til þess að vera svona innri. Erfitt að hætta núna sem sagt það er leita rétt á augnablikinu en sem er aldrei til sko. Þetta er erfitt brottfararmóment út af legacy og margir hafa farið mjög flatt á því að reyna að hanga til að finna rétta mómenti og ég hugsa reyndar að svona hefur verið til í að fara fyrir löngu. Það er einmitt málið að þeir eru að leita, ef þú hugsa þannig að leita rétt á augnablikinu þá er það líklega löngu liðið. En töfum við annað formann, Sigurður Inga, hann er náttúrulega alveg í bara kúk og kannel. Þeir eru bara með 5 þingmenn og hann rétt sleppur inn sko að hádegi daginn eftir sem á kostnað Willum og hann bara er búinn að vera í fílu
og viljum við bara láta telja og telja þá hvernig menn komast að er í niðurstöðu og formaðurinn eigi bara að fara heim til sín. Þannig að það náttúrulega ákveður svona neðalegt líka. Já, nei, Framsókn það bara rosalega erfiðri stöðu sko. Já, og bara í hættu. Alveg sama hver reynir að endur þess að Framsóknarflokkinn, það bara ríkalega erfitt verkefni og ég veit ekki hvort að Sigurður Ingi sé betur til þess fallin heldur bara hver annar sko, alveg sama hver ætti að gera þetta. Þetta sama og við vorum að tala hérna í sumar ég sagði alltaf að Svandís tekur ekki VG. Af því að sko, verkefnið eiginlega óvinnandi sko. Af hverju ætti hún að taka ákvörðun að fara inn? Ég hef Framsóknar hlýtur að vera Ingibjörg Ísaksen sem þarna í fyrsta sæti í norðaustri, þar eru 2 þingmenn í því kjördæmi og hún við þingflokksformaður. Hún næstuð óþekkt á Íslandi sko. Já, hún nú þekkt strax ef hún formaður. Já. Þetta ekki bara svona vestlana hólsa sem búið að negla fyrir glugga hvað sem komið þar inn, það ekki bara orðið málið skilur, þetta einhver pizzastaður eða þetta þetta ekki bara eins og fá ekki bara eitthvað replay á því þegar að það var Sigmundur Davíð var tróð menn fyrir austur á fjörðu svo ekki fundið einhver til þess að taka yfir þetta hólf og byrja að baka pizzur. Þannig að ég held að það sé mögulega eitthvað sem komið, það allavega option en þetta í dag þetta bara búið að loka fyrir rafmagnið sko. Loka fyrir rafmagnið? Tómt verður ekki bjassi fyrir önd Framsóknar. Ekki sérstaklega. Tómt verður að blási í armúla. Nei, já, þú sett ekki einum þess að skoðun. Nei. Ég held að tíminn sé bara svolítið, fyrir ekki, já, að sagan sé bara svolítið, ég hef sagt þetta áður, að endurtaka sig og ég hugsa að þeir flokkar sem eru með eitthvað hugmyndafræðilegt akkeri, þeir lifa af svona sviftingar yfirleitt og aðrir sem eru kannski ekki með jafn sterkt svona hugmyndafræðilega sérstöðu sko, að og ekki sterka innviði, er ekki kannski með sterkt svona grasrótarnet, þeir eru viðkvæmari fyrir þessum stormum stjórnmálana í raun og veru. Þannig að ég veit ekki, ég held að alveg að Framsókn geti átt afturkvæmt, en það er ekki fyrir þeir svara sko spurningunni af hverju ætti maður að kjósa Framsókn. Ekki bara það er best að kjósa Framsókn. Af hverju? Hvað er það sem þeir standa fyrir? Af því Kristrún gerði það með samningum. Á hún við að Píratarnir séu búnir en VG geti komið aftur? Ég held að ég held alveg að VG geti komið aftur vegna þess að þeir eru með svona svolítið hugmyndafræðilegt akkeri sem að þeir kannski núna þá bara var annar flokkur sem var bara meira nýri og spennandi að bjóða nokkuð með það sama og þeir voru að bjóða upp á sko. Þannig að ég held að þeir hafi svona verið í því að tapa þeirri samkeppni í raun og veru en og það er svona kannski þetta líka í stjórnmálunum og þegar við talum þetta með að fjórðavaldið sé orðið svolítið látt, það er ekki að fact-checka og það er ekki að spyrja spurningana og gera það er bara svona dáið fyrir ekki það bara, það hefði ekki náðst í lækni til að gefa út dánavottorð en bara blaðamennska á Íslandi er bara sem er náttúrulega ákveðin skanda til heilbrigðiskerfis og hefur aldrei verið vald heldur sko, það er engi blaðamaður sem hugsaði, nú er ég komið vald, ég sé valdsmaður í fjórðavaldinu, það er ekki við það er nú alveg til er ekki Stefán Einar alltaf að boða fólk í viðtöl? Jú, en sko er hann með stefnuvopn boða fólk Nei, málið er bara eitt sem að má þó gefa sko Morgunblaðinu og ég get sagt þér að það er ótrúlega fyndið allir sé alltaf Morgunblaðið, það er nú bara hægra sjálfstæðarsafl, en þeir sko eru ekkert að hlífa manni neitt þótt að maður sé nú hægri kona sko og sjálfstæðarsafloknum, þeir bara hjóla í alla en staðan þeir gera það á mjög mismunandi forsendum það kallar á heilan þátt að ræða Morgunblaðið en við erum búin með tíman okkar við þakkum ykkur það er svo gaman að tala Ragnhildur Alda, Þóra Kristín og Kristi Hrafnsson, takk fyrir kjálfur komuna en Hilmar Þór kemur núna á eftir og við sjáum svo til hvort að við tökum endan á þættinum Hilmar Þór Hilmarsson, professor, við ætlum að ræða utanríkisstefnu eða hvernig má greina utanríkisstefnu nýrra ríkisstjórnar, hvort það sé eitthvað breyting þar horfa kannski til Evrópu og sérstaklega til Úkraínu hér eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.